Þetta er hljóðið. Þannig að mamma og pabbi sem eru heima eru að hlusta. Þegar þið verið að syngja svona, þá þurfið þið alveg bara að læsa munnum. Því að annars heyra þau ekki í því sem eru að syngja. Þau heyra bara í ykkur ef þið eru að tala. Viljið gera það svona? Hlusta þegar þið eru að syngja. Svo þegar þið eru að syngja, þá megi opna og syngja hátt. Þetta var alveg bara mjög. Ég er líka bara út í feistin á áhverjum.
árshátíð Sængurskóla. Þá vil ég byrja á því að bara þakka ykkur kærlega fyrir gott hljóð á genuröflunni í gær. Og núna þurfum við að gera alveg eins og hafa algjört hljóð á meðan þau syngja. Því eins og við sögum bara í gær, þá míkrafóninn uppi sem nemur allt takt. Og það getur eyðilagt fyrir öllu þeim sem að syngja og ekki vil ég það að hoppbrúmur og horfa heima heyri bara fyrir að tala með þeir að syngja. Er það nokkuð? Nei. Þannig að við ætlum að passa að gefa rosalega gott hljóð þegar hinir eru að syngja. Og mikrafónið tilbúið fyrir krakkar. Oddný og Lárus, gjörðu svo vel. Velkomin alla árshátíð Sængurskóla. Þið sem sitja hér í sal og þið sem eru að horfa heima í stofu. Við heitum Oddný Lilja og Lárus Einar og við ætlum að vera að kynna ykkar hér í dag. Árshátíðin í ár er tilnefnd heiðurslistamanninum Bubba Morthens og ætlum við að rekja sögu hans hér í dag. Ásbjörn Kristinsson Morthens fæddist 7. júní 1956 og fagnar því 65 ára afmæli sínu í ár. Bubbi ólst upp í Reykjavík með fjölskyldu sinni og bræðrum. Hans helsti vinur var bróðir hans Tolli sem er þekktur listmálara í dag. Bubbi var í Vogaskóla en flutti til Danmerkur 15 ára með móður sinni og fór þá í danska skóla. Bubbi flutti aftur heim til Íslands 1972 og fór þá að vinna hjá vaktsveitinni í Reykjavík. Síðan fór hann til Vestmannaeyja í verbúð. Árið 1980 gaf Bubbi út sína fyrstu plötu Ísbjarnarblús. Bubbi var 24 ára þegar hann gaf út Ísbjarnarblús. Á plötunni spilar Bubbi á munnhörpu og gítar á þess að syngja. Aðrir tónlistamenn á plötunni eru Sigurður, Rúnar, Kristján, Beggi, Denny, Guðmundur, Jónas og Sigurgeir sem spilar hér með okkur í dag. Nú fáum við að heyra fyrsta flutning árshátíðarinnar en það er fjórða bekk sem ætlar að flytja fyrir okkur lagið Stál og hnífur. Gjörðu svo vel.
utangarðsmenn er stofnuð. Á sama tíma og Ísbjarnarbrús er gefin út stofnar Bubbi hljómsveitina Utangarðsmenn ásamt bræðrunum Danny og Mike Pollock, Rúnari og Magnúsi. Sú hljómsveit spilaði út allt Íslandi 2 ár þangað til hún skyndilega hætti og stofnaði Bubbi til hljómsveitina Ego ásamt Magnúsi Utangarðsmönnum. Ego. Hljómsveitin Ego gaf nokkuð mörg fræg lög. Það er eitt frægasta Fjöllin á Vaka. Nú ætlum við að fá að heyra í öðrum bekk syngja það lag. Gjörðu svo vel.
Nú vil ég aðeins kynna hljómsveitina sem spilar hér með okkur í dag. Á gítar og bassa eru þeir Stanislav, Daniel og Sigurgeir. Á trommur er Gunnar Freyr. Á píanó er Maxwell Ísak. Og á þverflautu er Ásta Maren. Og kórstjórinn okkar í dag er Sibba. Bubbi gerði sólóplötuna Konu árið 1985. Bubbi var búinn að setja rockarlífið á hilluna árið 1985 og gaf út sólóplötuna Konu. Á plötunni eru mörg af hans vinsælustu lögum en vinsælast er eflaust lagið Rómeó og Júlía sem Sjöttubökkur ætlar að syngja fyrir okkur núna. Gjörðu svo vel.
Rúlf fær í samstarf. Rokksveitin GCD var til sumarið 1991, en Rúnar og Bubbi voru búin að þekkjast í daginn tíma, enda þeir tveir helstu rokkar Íslandssögunnar. GCD gaf 3 plötur, að þær koma alltaf út á upphafi sumars og fylgdu þeir plötum eftir tónleikahaldi út allt land. Við erum auðvitað að taka 2 lög frá samstarfi Bubba og Rúnars þar sem Rúnar Júlur eru að taka Suðurnes er góð. Mýrdalsvandur. Nú ætla 5. bekkur að flytja fyrir okkur Mýrdalsvand, sem kom út árið 1991 á plötunni GCD.
Sumarið tíminn. GCD fylgdi fyrir eftir plötunni Svefnvana. Á henni er án efa eitt af frægustu lögum Bubba og Rúnars. Leikskólinn ætlar að flytja fyrir okkur lagið Sumarið tíminn.
hefur gefið út 65 hljómplötur. Bubbi er hvergi hættur að syngja tónlist og er ennþá að, þó hann sé hann 65 ára og gaf út fyrstu plötuna sinni 24 ára. Hefur hann gefið út á 40 ára 65 plötur. Árið 2005 gaf hann plötuna Ást. Eitt vinsælasta lagið það ár var af þeirri plötu og hét Fallegi dagur. Nú ætla fyrsti bekkur að koma á svið og syngja fyrir okkur. Gjörðu svo vel.
Árið 2019 kom upp Regnbogansstræti. Á nýjustu plötu Bubba að finna mörg lög sem fyrir beint á topplista Popplands á Rás 2. Þar söng Bubbi dúett með leikkonunni Katrínu Halldóru Sigurðardóttur sem þekktist fyrir að leika Elli í Borgarleikhúsinu. Nú ætlar þriðji bekkur að taka það lag fyrir okkur, án þín. Gjörðu svo vel.
þakka ykkur öllum fyrir frábæra árshátíð og viljum fá alla til að standa upp í fjöldasöng og syngja saman eitt fallegasta lag Bubba. Það er gott að elska. Takk fyrir okkur.